En við byrjum á fréttum vikunar. Jóhanna komið með góða gesti, en að þessu sinni þær Björn Ingi Hrafnsson, blaðamaður, og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, skipulagshagfræðingur. Velkomin báðir tveir. Ætlum ekki að vera að skipulagsmál núna, Sigmundur. Ég plattaði hingað. Í þetta skipti. Ég vil ángerlega bara biðja ykkur um að aðeins að kannski að meta stöðuna núna. Við erum að fara held inn í 7. vikuna núna eftir allt breytist. Eftir allt breytist. Og þetta einhvern veginn svona endalausar neikvæðar fréttir sem dynja á fólki hérna dag eftir dag og við sem vinnum í þessum fjölmiðlaheimi ringsnúumst í sér hringu allir saman. Og það auðvitað upplifum við þessa miklu reiði út í samfélaginu, það verið að skipuleggja held í 3. mótmálinn í röðu núna á morgun. Bara hvernig, Björn Ingi, bara ég byrja á þér, hvernig bara metur svona stöðuna í samfélaginu í dag og svo framhaldið? Því að við erum einhvern veginn bara rétt að byrja. Já, mér finnst bara staðan grafalvarleg og ég skynjaði alveg þessa reiði og kannski ekki bara reiði heldur líka ákveðna örvæntingu af því að fólk veit ekki hvað er framundan. Og örvæntingu líka vegna þess að ég held að allir sem hafa sett sig aðeins inn í þessi mál viti því miður að staðan á bara eftir að versna á næstunni og það umtalsvert. Og það er engin bábilja eða svartsýni, það er bara köld rök þar að baki vegna þess að eins og við vitum að sífellt fleiri fyrirtæki ráða ekki við að reika sig við þessar aðstæður. Það eru fjölmargir á uppsagnarfresti. Aðrir sem að halda vinnunni hafa margir, allavega á einkamarkaðnum, þurft að skerða sitt starfhlutfall eða lækka laun. Á sama tíma er vöruverð að þjóta hérna upp. Afborganir af lánum að fara upp í hæstu hæðir, alveg sama hvort það er gengislán eða vísitölubundin lán vegna þess að hér er að koma óðaverðbólga. Þetta er alltaf alveg ótrúlega neikvætt og þetta eru bara staðreyndir sem við gerum á borðinu. Það sem mér finnst slæmt í þessu, það er það að það er ekki verið að kveikja á mörgum kertum fyrir okkur. Það var búið að segja við okkur að forgangsmál yrði að viðhalda hérna atvinnustigi í landinu. Við sjáum litlar aðgerðir í því. Hér er ennþá verið að bíða eftir þessu stóra láni frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Það eru mjög skrýtnar og misvísandi upplýsingar sem við fáum það. Og 3 sinnum er búið að fresta því að það sé tekið fyrir á fundi stjórnar sjóðsins. Og svo framvegis og svo framvegis. Í dag fengum við lán frá Pólverjum sem að kemur mörgum óvart og ég bara fyrir hönd íslensku þjóðarinnar ákvæðan að þakkláttur fyrir. Já, við vissum ekki að en ég bara vek athygli á því að forsætisráðherrann hérna kom alveg að fjöllum þegar þetta lán kom, þannig að hann ætti kannski að skoða heimabankann sína aðeins betur ef það er verið að leggja mikið inn hjá okkur á þess að við vitum að því. Já, þetta er ákveðlega skrítið mitt að þetta skuli koma svona mönnum í opna skjöldu og þetta er ekki fyrst og ekki annað skipti sem að ríkisstjórnin virðist ekki vera með á einhverju sem að ég og fleiri vissum bara með því að tala við fólk í útlöndum eða bara lesa erlenda fjölmiðla. Og það er greinilega eitthvað sem vantar þarna upp og ég er mjög sammála því sem að Björn Ingi segir með forgangsröðina. Hún hefur ekki verið rétt, það þarf að huga fyrst á nokkrum grundvallaratriðum bara til þess að þjóðfélagið haldist á floti og það er ekki hvað síst náttúrulega þessi stóru erlendu lán og sá gríðarlegi eignabruni sem er að verða í útlöndum meðal annars vegna aðgerða bresku ríkisstjórnarinnar með því að beita þessum hryðjuverkalögum sem að vel að merkja eru enn í gildi sem halda að þeir hafi afnumið þetta en svo er ekki og meðan að það þá er í rauninni ekkert hægt að eiga en viðskipti við útlönd og varla hægt að flytja gjaldeyri hérna heim. Svo að þetta er mikið forgangsmál og það hvernig bresk stjórnvöld hafa hagað sér í þessu tilviki er alveg með ólíkindum. En finnst þér ríkisstjórnin ekki nægilega mikið einhvern veginn hafa brugðist við eða getum við það ekki? Erum við bara í þeirri stöðu að Bretarnir vilji fara fram á svo í rauninni fáránlega hluti að við getum í rauninni ekki skrifað undir það? Já, og það vita það allir að hvað er að gerast með þetta EMF-lán. Allir sem að vilja vita að það er verið að nota, Bretar eru sem sagt að nota neyð, bresk stjórnvöld réttara sagt, nota neyð Íslendinga til þess að þrýsta á að við göngumst undir þessar gríðarlegu skuldbindingar sem að okkur ber ekki að gera. Nei, en Geir sér 2 aðskilin mála og komið til greina að láta kúa okkur undir þetta og frekar bara sleppa þessu láni. Nei, en það þarf líka að koma þeim skilaboðum á framfæri. Hann þarf að halda bara stóran alþjóðlegan blaðamannafund og útskýra stöðuna og segja fyrsta lagi að Íslendingar ætla að standa við lagalega skuldbindingar sínar, upplýsa það að Íslendingar hafi boðið Bretum að setja þetta fyrir dómstóla, upplýsa það að það sé verið að stoppa þetta af hálfu Breta og hugsanlega Hollendinga í Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, svoleiðis að alþjóða fjölmiðlar og fólk í öðrum löndum átti sig á stöðinu og setji þá pressu á bresk stjórnvöld. Ég og fleiri sem eru í þessum indefense.is hópi að reyna að kynna málstað Íslendinga. Indefense.is er vefsíðan, þar sem ýmsar upplýsingar eru þetta. Við erum búin að vera að hitta erlenda blaðamenn núna í heila viku. Margir hverjir komið hingað bara til þess að
hitt okkur út af þessari síðu og sumir hverjir hafa ekki einu sinni ekki vilja trúa því að Bretar hafi notað þessi lög fyrir að þeim sýnt það bara á pappír. Og það hefur mjög vantað á upplýsingaflæði ekki bara til Íslendinga, heldur líka til útlendinga hver staðan og meðan svo raunin, þá erum við að skaðast á hverjum degi. En veit ekki, það með talað um það að þessi frestun, við þurfum ekki að einhvern veginn á ágjörðafinni, hún kom bara til og við erum ekki búin að safna ná miklu lánum og EMF vilja gera þetta svona allt í takt og annað. En það eitthvað meira sem liggur þarna baki og Bretum að takast að tengja þessi mál með einhverjum hætti. Já, það alveg á hreinu og ég held líka forsætisráðherra eigi að fara varlega í það þessa dagana að segja að þetta og hitt sé misskilningur. Vegna þess að því margt sem hann hefur sagt vera misskilningur hefur reynst vera bara alveg rétt einhverjum dögum síðan. Og ég ætla ekki að gera honum uppneina sakir því, ég held að hann sé að reyna að gera sitt besta en við mjög erfiðar aðstæður. Ég myndi hins vegar ráðleggja honum og ríkisstjórninni að setja íslensku þjóðina aðeins meira inn í það sem að gerast. Það forsendur fyrir því að þjóðin geti fylgt sínum stjórnvöldum á líklega einhverjum erfiðustu tímum í sögu þjóðarinnar, að við vitum hvað í gangi, svo við getum tekið einhver afstöðu til þess. Á meðan að það alltaf að leka út einhverju litli hlutir, samhengislausir, þá vitum við ekki nákvæmlega hvað í gangi og þá finnst einum þetta og öðrum hitt og við komum ekki saman sem þjóð. Það alveg á hreinu, til dæmis eins og ég hef upplýsingar frá Þýskalandi síðustu daga, að þar hafa þýsk stjórnvöld látið vita að það verði að gera upp Kaupþing-reikningana í Þýskalandi, sem reyndar sem betur fyrir eru eignir fyrir, til þess að þýski fulltrúinn í stjórn Alþjóðagjaldeyrissjóðsins geti stutt lánveitingu til Íslands. Þannig að það engin vafi á því að það verði að tengja þetta saman með mjög ósmekklegum hætti. Það sumsé eitt af stærstu ríkjum veraldar að knésetja land sem að auðvitað bara getur ekki innan að björg sér veitt. Og við höfum því miður, eins og forsætisráðherra sagði, ef okkur eru settir einhverjir ofarkostir, þá tökum við ekki lánið, það hljómar auðvitað mjög vel, en fyrirgefðu, við bara verðum að fá þetta lán. Það bara ekkert annað í stöðunni, við verðum að fá þetta lán. Við verðum að fá aðstoð úr alþjóðasamfélaginu í þeirri krísu sem komin upp núna. Það ekkert plan B. En þú ert sammála því, en hefur þú heyrt af því að í rauninni Bandaríkjamenn hafi mögulega viljað einhvern veginn liðka fyrir því við fengjum þetta lán og það hafi átt sér stað eitthvað samtal hérna milli ráðamanna það að ef við myndum ekki þykja Rússalánið, að þá myndi Bandaríkjamenn koma þessu láni í gegn hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. Sko, ég veit að Bandaríkjamenn sérstaklega en einnig önnur NATO-ríki voru mjög ósátt við þetta Rússalán og það heldur því nú fram við mig rússneskur embættismaður sem ég hef ekki ástæðu til þess að sé að búa það til, að Íslendingar hafi afþakkað Rússalánið eftir samtal Ingibjargar Sólrúnar og Condoleezzu Rice. Hvernig hann veit að skal ég ekki segja, en það fylgdi ekki sögunni hvort að Bandaríkjamenn hefðu búið einhvað í staðinn. En það þó líklegt, hugsa ég, að við séum að fara aftur á sama staðu í þorskastríðinum, að ætla að treysta á það að Bandaríkjamenn segi við Breta að nú nóg komið og þið getið ekki haldið áfram að níðast svona á Íslendingunum. En ég veit ekki hvort að menn vilja alfarið treysta á það. Ég held að það þurfi að koma bara til alþjóðasamfélagsins skýrum skilaboðum það hvernig verið að fara með Íslendinga á mjög ósanngjarnan hátt, en jafnframt þurfum við á sama tíma að passa eigur okkar í útlöndum. Það munaði nánast engu í gær að það töpuðust eignir Íslendinga, sem nú eru bara eignir þjóðarinnar, í Luxemburg upp á 100 milljón evra, bara vegna þess að stjórnvöld í Luxemburg náðu ekki sambandi við neitt á Íslandi til þess að staðfesta að staðið yrði við samninga gagnvart luxemburgiskum stjórnvöldum íslensku bankana þar. Náðist ekki í neitt? Nei, náðist ekki í neitt til þess að bara að staðfesta það að menn ætluðu að standa við gerðarsamninga og það hugsanlega hluti vandans að menn veit ekki, enginn þorir að taka ábyrgð á neinu, það bara allir að passa stöðurnar sínar og nota gömlu pólitíkina. Nú held ég að íslenskir stjórnmálamenn þurfi að hætta að hafa áhyggjur af því í hverju þeir geti lent og þeir geti hugsanlega mist vinnuna vegna þess að hagsmunirnir eru svo miklir að þeir verða bara að taka þá áhættu. Björn Ingi, stærsta fréttin eða fyrirferðarmest frétt vikuna hér á landi, það voru þessi hlutabréfasamningar og þessi niðurfelling persónulegrar ábyrgðar starfsmanna Kaupþings sem að keyptu þarna hlutabréf. Nú hafa þeir gefið út, nú hefur það komið fram að í október hafi starfsmenn í rauninni farið fram á það að þessi ákvörðun niðurfellingu persónulegrar ábyrgðar er tekin aftur. En það er undarlegt að þetta sé að koma fram í dag vegna þess að þetta hefur skaðað bankann gríðarlega. Já, og óheppilegt mál að því leytum til að það er alltaf að koma einhverjar nýjar upplýsingar, en hins vegar held ég að það sé líka rétt sem að forsvarsmenn bankans og hæstaréttarlögmenn sem hafa tjáð sig þetta segja að það sé ekkert nýtt í þessu. Ákvörðunin hafi verið tekin 2004 með því að fela starfsmönnunum sölurétt. Söluréttur til þess, hann er skattskyldur sérstaklega vegna þess að þá fjárhagslega ábyrgð ekki fyrir hendi. Já, en síðan
í þessu andrúmslofti sem í samfélaginu og þegar ég og þú og við öll erum að fá hérna lánin okkar og annað, að þá skapar þetta geysilega mikla tortryggni sem ég alveg viss að starfsfólk Kaupþings hefur ekkert kært sig og líður mjög illa yfir eins og greinilegt Þannig að mér finnst svakalega slæmt við þessi tíðindi, til dæmis eins og það var í fréttunum í kvöld að forsætisráðherra og viðskiptaráðherra sögðu, þeir heita því að það verði allt skoðað þessum efnum, öll lögbrot verða að koma fram, sem auðvitað alveg hárrétt, það verður alltaf að koma fram. En það verður líka að skoða hvaða gerði að verkum að hér varð fjármálakreppa. Og hún átti sér ekki bara ástæður í bönkunum. Við þurfum að skoða líka þátt pólitíkurinnar í því og við þurfum að skoða þátt Seðlabankans og svo framvegis. Af hverju var ekki farið í að stækka gjaldeyrisvaraforðann? Og ég verð að segja alveg eins og En hefur við áttum aldrei séns í þetta stóra kerfi það? Jú, við áttum það. Áttu þetta litla ríki með þennan efnahag? Já, sko, en þá áttum við að segja það. Það er þannig að íslensk stjórnvöld bara fyrir 2 árum kynntu skýrslu hvernig Ísland ætlaði að vera alþjóðleg fjármálamiðstöð. Þannig að skilaboðin sem að bankarnir fengu fyrir íslensku stjórnvöldum var stækkið enn meira, fáum fleiri banka hingað til lands. Þannig að þú veist, þetta mjög misvísandi skilaboð. Það sem mér finnst eins og slæmt það að nú var verið að kynna ný bankaráð í dag. Já, akkurat. Þau eru hérna tilnefnd af þingflokkum allra stjórnmálaflokkana. Hvað líst þér á þau? Já, sko, ég ætla ekki að taka afstöðu til einstaklingar sem þar sitja, en mér finnst að við séum að fara aftur í gamla Ísland, þar sem pólitíkin ræður ríkjum, þvert ofan í það sem var búið að segja og... En er þetta ekki eitthvað tímabundið bara, vonandi? Ég vona það. Ég bara hef áhyggjur af þessu. Söluskattur áttu nú líka að vera tímabundin að segja. En ég meina, er þetta ekki sammála þessu? Að pólitíkin sé aftur farin að ræða? Allt í einu vaknar maður árið 1985, kannski 1958 frekar. Og þetta náttúrulega er alveg með stökust ólíkindum að þetta skulle vera að gerast. Að stjórnmálaflokkar séu aftur farin að ræða pólitískum fulltrúum til þess að stýra bönkunum. Og ég meina, það var umræðið... En er þetta að gera þetta öðru sem meðendur ríkisbankar? Já, sko, mín skoðun allavega er á þessu sú að það fá bara þannig þá menn sem að menn telja færasta og þá eru þeir bara ábyrgð viðkomandi ráðherra og ríkisstjórnarinnar á meðan þeir starfa og bregðist þeir þá lendir svo ábyrgð á stjórnvöldum. En að því vorum að tala bara þessa hlutabréfasamninga og þessa, þú kemur, Björn Ingi kom inn á þetta var samþykkt á hluthafafundi 2004 þetta fyrirkomulag, en er þetta ekki bara algjörlega galið fyrirkomulag að ætla starfsmönnum að með að kaupa upp undir 9% af hlutabréfum í bankanum og það sölu tryggt í leiðinni, þú átt aldrei að geta tapað á þessu. Jú, það má segja það, en við verðum samt að átta okkur á því sko að þetta er ekki sérstakt fyrir Ísland. Þetta er hluti af þessum kerfislega vanda sem að Björn Ingi er að lýsa og birtist bæði því hvernig menn hafa starfað hérna í viðskiptum og í pólitík. Kerfislega vandi og kannski kerfislegt getuleysa að einhverju leyti sem að veldur þessu. Og þess vegna þarf að skoða allt ofan í kjölunum hvernig við vinnum þessa hluti, ekki bara finna einhver einstaklinga og hengja þá. Og núna erum við að upplifa heimssögulega atburði í því að þetta kerfi allt saman er að hrynja. Lehman byrjaði kannski með Lehman bræðrum og Bear Stearns í Bandaríkjunum. En þessir erlendu bankar hafa verið að starfa á nákvæmlega sama hátt og íslensku bankarnir. Og tímaritið er þegar farið að tala um þessa heimskreppu sem nú er að byrja sem gírunarkreppuna. Það er að segja vegna þess að þetta var allt rekið svona með því að eiga lítið eigið fé og taka svo meira og meiri lán og meiri lán út á það. Og það var ekki bara íslenskt fyrirbæri, heldur alþjóðlegt. Svo þess að íslenska þjóðin má ekki sökkva sér í einhverja sektarkenndi við því að hún sé ömurleg og við séum að valda einhverju gríðarlegu tjóni fyrir sjálf okkur og aðra sem að séu einhver ólíkt því sem að hafa gerst saman. Nei, við pínlítið einangur kannski umræðinu. Sko, bara vegna þess að við erum svo lítil og við erum svo fá og við erum svo viðkvæm. En það er nú samt þannig að við vorum ekkert að gera neitt sérstaklega mikið rangt. Hins vegar er það alveg á hreinu að við gengum mjög langt í því að skuldsetja okkur. Og eftir á hyggja voru það alveg gífurleg mistök. Já, með þennan gjaldmiðil og þennan litla efnahagsvörum. Já, við þær aðstæður. En það voru líka fullt af fólki sem sagði að það verður að stækka gjaldeyrisvaraforðann. Það var fullt af fólki sem sagði íslenska krónan gengur ekki, við verðum að vera hluti af stærra myntkerfi. Það eru nefnilega margar þjóðir að ganga í gegnum erfiða bankakreppu með tilheyrandi vandræðum. Það sem við erum að ganga í gegnum ofan á bankakreppuna er einhver stærsta gjaldeyriskreppa sem nokkur þjóð hefur gengið í gegnum vegna þess að hún er með ónýtan gjaldmiðil. Og það er stóra máli. Við getum ekki átt gjaldeyrisviðskipti við útlönd. Og þess vegna er svo mikilvægt að leysa þessi mál gagnvart Bretum sérstaklega. Til þess að opna þetta. En það er ekki að tala um fullt af málum? Jú, ég tala um hellinga málið. Þið tala svo mikið. Ég var að velta fyrir mig, það voru stórtíðindi. Komið kjörinn nýr bandarískur forseti, við hefum ekkert komist inn á það. Mjög mikla væntingar til hans. Haldið að hann standist undir bara rétt í lokin, heldur hann stendur undir þessu miklu væntingum og hann ætlar að breyta miklu?
Já, það nú held ég mjög erfitt fyrir hann að standa undir þeim gríðarlegu væntingum sem menn eru farin að gera til hans, sérstaklega af því hann tekur við á svo einstaklega óheppilegum tíma. Að Bandaríkin eru náttúrulega að sigla inn í miklu mörguleiti sömu vandamál og við erum komin í. En þetta eru vissulega gleðileg tíðindi að Bush skuli ekki vera að ná fram við völd við þessar aðstæður. Mér finnst þetta eitt af því fáa jákvæðir sem hefur gerst í dálítið langan tíma, þannig að ég verður mjög glaður því. Ég alveg viss það að fullt af fólki á eftir að verða fyrir miklu vonbrigðum. Einfaldlega vegna þess að það var búið að binda vonir við hann sem ekki nokkur einstaklingur eða mannvera getur staðið undir. Björn Ingi, á morgun, þú ert nýkominn frá London þar sem þú tókst viðtal við Sigurð Einarsson, Kaupþingi. Hann meðal hans ræðir þar þessi hlutabréfalán, segir að eftir á hyggja hafi verið gert mistök í þeim efnum, en ég segi þjóðinni að fylgjast með vegna þess að það eru mjög mikla bombur í þessu viðtali. Kærar þakkir fyrir komin, Baldur. Nú förum við að afhenda breskum stjórnvöldum þessa undirskriftasöfnun sem er á indefense.is, þannig að ég hvet fólk til þess að skrá nefnir. Hann gæti líka auglýst. Já, nákvæmlega, indefense.is, allir að skrá sig þar. Og það eru ýmsar upplýsingar þróun þessara mála og umfjöllun erlendra fjölmiðla. Glæsilegt, kærar þakkir fyrir þetta sem við